Maðurinn nefndur Ásgeir Pétursson, sýslumaður á Bæjarfógeti. Ásgeir, geturðu sagt okkur eitthvað frá ættum þínum? Já, ég get það. Faðir minn hét Pétur Magnússon og var hæstaréttarlögmaður upprunalega og síðar bankastjóri í Landsbankanum og skeið fjármálaráðherra. Móðir mín var Ingibjörg Guðmundsdóttir, stóð fyrir okkar stóra heimili, við vorum 8 systkini og hún var ættuð af Vestfjörðum, átti ættir bæði í Ísafjarðarsýslu og í Strandir og í Dali og nafn mitt Ásgeir einmitt komið úr Dalakyninu. Ég heiti eftir Ásgeiri Torfasyni, efnafræðingi sem dó líklega 1916 eða 17 og hann var náfrændi minn, Torfi faðir hans, skólastjóri í Ólafsdal. Hann var ömmu bróðir minn. En segðu mér eitt, Ásgeir, því það nú verið fremur hljótt föður þinn, sem var nú mjög merkur maður, getur aðeins lýst honum fyrir okkur og hans sögulega hlutverki? Það er nú vandaverk að alltaf lýsa honum, en þú nefndir þarna að það hefur verið hljótt hann. Það er nú alveg rétt og ég hygg nú að hann eigi sjálfur nokkuð þátt í því. Hann var ákaflega laus við það að svona flaggar sjálfum sér. Býsnarlega hóvær og stundum þegar að mig var yngri, að þá var ég að velta fyrir mig hvort að faðir minn verið svona metnaðarlaus. En það held ég hann nú samt ekki verið. Hann var kyrrlátur, býsnarlega fastur fyrir, en að auglýsa sjálfan sig eða þýjumlið, það kom ekki til mála. Og ég held að það sé nú kannski eigi svolítið þátt í þessu. Svo er annað að hann deyr náttúrulega á besta aldri, hann var 60 þegar hann dó. Að hann dó einmitt meira landsfundur Sjálfstæðisflokksins var haldinn, hann var varaformaður flokksins. Og ég var þá norður á Akureyri og minnist þess að Ólafur Thors kallaði í mig þegar hann var búinn að fá skeyti frá Bandaríkjunum þar sem faðir minn dó eftir uppskurð. Það var reyndar í eina skipti sem hann kom til útlanda. Þessi ferð sem hann fór til Boston til uppskurðar. Það var eina ferðin sem hann fór til útlanda. Og Ólafur kallaði í mig á landsfundinum og sagði mér þau tíðindi að hann hefði fengið skeyti frá Thor bróður sínum. Þar sem hann greindi mér frá því að faðir minn hefði látist þarna í Boston. En nú voru þeir, Pétur Magnússon og Ólafur Thors, ekki aðeins æskuvinir, heldur voru þeir samstarfsmenn, annar var formaður Sjálfstæðisflokksins og hinn var varaformaður. Þú kynntist þessum Ólafi talsvert vel, er það ekki? Jú, ég kynntist honum talsvert, sko. Það er ekki til viðbótar við það sem hún segir. Þá var bjó hann nánast við hliðina á okkur. Okkar heimili var á Hólavöllum fyrir ofan Suðurgötu, þar sem gamli Hólavallamenntaskólinn stóð á sinni tíð. Og Ólafur Thors byggði sitt hús þar í nágrenninu, minni 1929 og 30 og þess vegna náttúrulega og sonur hans Thor sem var jafnaldri minn, reyndar 10 dögum yngri. Ég var daglegur gestur í heimilið þeirra og kynntist til fjölskyldinu og þar með Ólafi ákaflega vel. Ég var stundum að hringja í Thor, son hans, og þá kom Ólafur í símann, en Ólafur notaði símann alveg ótrúlega mikið. Það var sagt seinna hann að hann hefði stjórnað landinu gegnum síma, en hann talaði mikið í síma. Og ég fekk þá svar, blessaðu verður það svo stutt fyrir að skjótast hérna yfir, verður ekki að taka síman af mér. Svo maður lærði þetta náttúrulega fljótt. En að því að minnist á að þeir hafi verið nánir vinir, Ólafur Thors og Pétur Magnússon. Þá var það alveg rétt og við náttu þeirra að byrja reyndar þegar Ólafur í sveit hjá ömmubróðum mínum Torfa bónda í Höfn í Borgarfirði. En þangað kom afi minn, séra Magnús Andrésson á Gilsbakka með son sinn Pétur og þeir hittust þar líklega svona í kringum 10 ára aldur. Og sagan segir að þegar þeir hittust fyrst þá hafi Pétur meitt sig eitthvað á fæti og þeir farið að skoða þetta sár. Ólafur horfði á þetta mjög spekingslega og kannski með svolítið stríðni og sagði við Pétur, já, ég sé alveg hvað þetta er. Þetta er áræðanlega beri. Þetta var eitthvað nafn sem hann hafði eitthvað tímann heyrt. En svo var það þannig að þeir skrifuðust á, voru saman í menntaskóla. Þeir voru saman í bæjarstjórn Reykjavíkur og síðan saman á Alþingi.
Þeir spiluðu saman og voru nánast eins og bræður, fóstbræður, ævilangt. Og þegar báður hefðu lokið, þeir voru saman auðvitað í nýsköpunarstjórninni. Og svo þegar að ævi þeirra lauk, þá fór það þannig að það aðeins 30-40 metrar á milli þeirra staða þar sem þeir núna hvílast. Svo það var samofinn í býsna óvenjulegum hætti líf þeirra. Þeir voru alltaf afskaplega góði vinir, ekki alltaf sammála allar hluti. Nefnt sem dæmi, atriði eins og til dæmis þegar Sveinn Björnsson var kosinn forseti. Ólafur vildi ekki styðja Sveinn Björnsson til að vera forseta og ástæður voru ýmsar til þess. Ég sé ekki ástæður að vekja það hér, en faðir minn gekk hart í það að Sveinn yrði forseti. Og honum tókst að fá nægilega marga stuðningsmenn og sjálfstæðismenn, þingmenn, til þess að fallast á þetta. Og Bjarni Benediktsson lýsir þessu einmitt í andvaragreininni sem hann skrifaði Ólaf Thors. Þetta hafði ekki áhrif á þeirra vináttu á nokkurn einasta hátt. Þeir gátu verið ósammála um þetta. Ólafur kaus Jón Kalda sem kallaður var, það var Jón frá Kaldaðanesi og Bjarni Benediktsson sem þá var náttúrulega líka á þinginu og hann greiddi ekki atkvæði. Og nú þetta 3 helstu forystumenn Sjálfstæðisflokksins og það er svolítið athyglisvert að þegar lýðveldið siglir sína fyrstu ferð út í verölduna og út í lífið, þá eru forystumenn Sjálfstæðisflokksins ekki sammála þetta. Ég held að rökin fyrir því að Pétur Magnússon studdi Svein í fyrsta lagi þeir voru mjög vel kunnugir. Í öðru lagi þá leit Pétur þannig á að það væri mjög þýðingamikið að fyrstu spor lýðveldisins út í starf og strit og baráttu, að það verði markað af manni sem raunverulega hafi þekkingu og kunnáttu til þess að leiða stjórn og ég tala nú ekki að þekkja þá þætti sem verður milliríkjaviðskipti. Það gerði Sveinn Björnsson, hann hafði verið sendiherra í Kaupmannahöfn. En ég nefni þetta nú svona bara vegna þess að þetta var ekki á nokkurn einasta minnsta hátt til þess að spilla hann eftir vináttu þeirra félagana og þeir spiluðu sitt bridge kvöldin eftir þessu ekkert hefði ískorist. Nú voru 2 litríkustu stjórnmálamenn Íslendinga á þessum árum. Þeir Ólafur Thors og Jónas frá Hriflu og þú getur kannski aðeins sagt mér eitthvað um þeirra viðskipti. Ég get nú eiginlega ósköp lítið sagt um því ég þekkti náttúrulega Jónas ekki mikið. Þegar þú spyrir svona þá dettur mér í að segja frá einu smá atviki sem ég sá til þeirra beggja og heyrði. Það var þannig að 1950 þegar að svona stemdum að því að við gerðum varnarsamningin við Bandaríkin sem var reynda gerður svo 1951 að þá kom Jónas á Hriflu oft til mín upp í stjórnarráð. Ég vann þá í forsætis- og menntamálaráðuneytinu og hafði skrifstofu í litla kvistinum sem snýr út á Lækjartorgi. Þetta var á þeim tíma þegar að satt stjórn Steingríms Stein Thorssonar en Ólafur Thors var einmitt atvinnumálaráðherra í þeirri stjórn. Svo hafði Ólafur þann hátt á að því ég var í næsta herbyggi við hann og það nú timbur til á milli að hann drap á vegginn, bankaði lítið eftir ég átt að koma inn til hans og ég var nú að byrja þarna og hafði snerist með ýmis erindi fyrir hann. Svo hefur hann bankað og ég verið að hlusta á Jónas Hriflu sem var þá að tala við mig utanríkismálin. Ég var formaður Heimdallar og honum fannst mikilvægt að upplýsa mig sem best. Nú þessi samtöl skottið inni við Jónas voru þannig að hann talaði allan tíman og ef ég reyndi að segja eitthvað þá gekk það mjög illa, hann vildi bara tala meira. Svo ég var nú þarna að hlusta á hann. Ólafur þótt þetta miður að ég skildi ekki koma strax. Svo hann fer fram á gang og rífur upp hurðina hjá mér og horfir þá beint í andlitið á Jónas Hriflu og segir og hver anskotin. Jónas lét ekkert slá sig út af laginu því hann svaraði já og ekki batnar það. Þannig lituðu nú á. Ólafur sagði að þetta getur ennþá kallið inn. Og þetta var þetta gaman og svona og gaman að hafa heyrt þessi orðaskipti. Þetta er stysta deila sem ég heyrt af milli stjórnmálamanna en þeir hlógu báðir. En Ásgeir, þú minnist aðeins á varnarmálin og samtöl ykkar Jónasar. En þú hefði náttúrulega komið að þeim áður, bæði hafðir orðið vitni því þegar Pétur Magnússon kemur að Keflavíkursamningnum og svo var náttúrulega allar deilurnar í háskólanum. Það er fróðlegt að heyra aðeins lýsing á því. Já, það er alveg rétt að 1945 settu Bandaríkjamenn fram óskum viðræður að þeir fengi hér herstöðu til 99 ára
og sá sú beiðni, hún fekk lítinn hljómgrunn hér og þennis þingflokkarnir voru allir sammála um að hafna því. Það var nú þannig að það var hér sendiherra, amerískur sendiherra sem Dreyfus hét og hann mun hafa fjallað þetta við Ólaf Thors sem var nú utanríkisráðherra og forsætisráðherra í nýsköpunarstjórninni og þeir áttu ekki alveg skap saman. Ég veit ekki að lýsa því af hverju það var en það var nú þannig. Þannig að ég kynntist því frá föður mínum sem að stundum spilaði bridge við Dreyfus að það væri rétt að fara sér hægt í því að reyna samfæran að það ætti ekki að fara að ræða stöðu Bandaríkjanna og varnir hér fyrir eftir kosningarnar 1946. Það tókst og þá gerðu þeir uppkast, gerðu drög af svokölluðum Keflavíkursamningi, Ólafur Thors, faðir minn sem var fjármálaráðherra og Bjarni Benediktsson sem þá var borgarstjóri. Þessi samningur var svo hér staðfestur og þorri manna var ánægður með hann eins og að kommúnistar töldu þetta vera landráð. Í kjölfar þessa samnings þá hefjast talsvert miklar deilur í háskólanum. Ég hugsa það að deilurnar Keflavíkursamninginn og aðdraganda þess að við gengum í NATO hafi þetta hvergi verið harðari í þjóðlífinu heldur en einmitt í háskólanum. En þegar árið 1949 kemur, þá mjög miklar viðsjár okkur í boði að gangi Atlantshafsbandalagið og þá að taka til afgreiðslu og þá það sem að þið lýðræðissinnar í háskólanum komið til aðstoðar Ólafur Thors og Bjarni Benediktsson. Já, þetta alveg rétt og það sem gerðist var raunverulega það að við höfum smá saman, við höfum aðalega fulltrúar í Vöku sem er félag lýðræðissinnar stúdenta. Við höfum haldið þetta fundi og okkur kom saman það og það verið þetta óþolandi að lítill hluti þingmanna og lítill hluti landsmanna, já kannski 20% og 80 væru ansnúnir, að þeir gætu hér ráðið því hvernig færi með afgreiðslu málsins á Alþingi. Og til að hindra þetta og hjálpa Alþingi og hjálpa þessum ríkisstjórninni, þá tókum við okkur til og byrjuðum að skrá menn sem myndu vera reiðbúnir til þess að verja þinghúsið og verja þingið. Nú, það spurðist náttúrulega út og ég mani til því að eftir fund í sjálfstæðisfélögunum í Reykjavík, líklega í febrúar, meðjan febrúar 1949, þá var ég kvaddur á fund með Ólafi Thors, Bjarni Benediktsson og Jóhanni Hafstein og einhverjum 2-3 þingmönnum sem Sjálfstæðisflokksins sem voru þar og þar voru við spurður það hvað við hefum í þessu gert. Ég greindi þeim frá því að við værum byrjaðir á þessu og sagði þeim að liðið skipaði innan við 100 manns og þá voru þeir allir sammála því að ef ætti að verja þingið og sjá til þess að það fengi starfsfrið þá verið þetta alltaf fámennt. Það þyrfti líklega yfir 1000 manns. Nú það sem tók við þá var að Sjálfstæðisflokkurinn bæði skrifstofustjóri og framkvæmdastjóri flokksins, formenn félagana, gengu í það að safna liði. En nú líður að því að Alþingi á að fara að taka máli til afgreiðslu 30. mars. Kvöldið áður fundur í Sjálfstæðishúsinu. Það alveg rétt að kvöldið 29. mars, þar segja daginn 29. mars, þá veittust, og einhverjum kvöldi, veittust kommunistar að þinghúsinu, brautu þar rúður og gerðu atlögu að útidyrunum en komast nú ekki inn. Nú þeir veittust líka að forystumönnum sjálfstæðismanna þegar þeir koma að þingfundi og ætlu út í sjálfstæðishús og veittust síðan að sjálfstæðishúsinu, þannig að það eru róstur þar nokkrar. Nú þarna var einmitt hluti af þessu sjálfboðaliði saman kominn og menn fóru þarna út og röddu þessu fólki frá. Síðan kom lögreglan og styrkti til friðar. En ég minnist þess að þetta sama kvöld þá fórum við heim til Ólafs Thors nokkrir. Það var Eyjólfur Konráð Jónsson, það var þar Þór Ó Thors, sonur Ólafs, séra Jónas Gíslason sem var mjög einbeittur í þessum efnum. Við vorum mættir þarna heima hjá Ólafi og áttum viðræður við hann. Hann var bráðhress og það var engan ugg að sjá á honum. Og við fórum að ræða það sem framundan væri. Hann að vísu gerði það mikill alvöru og sagði það ljóst að þessir óspektar menn hafa hugsað sér að reyna að hleypa upp fundinum í
í Alþingi á morgunni, svo norðaðar svo 30. mars. Og síðan var rætt það hvað gæti komið fyrir, við höfum áður íhugað það. Það var þetta margt sem gæti komið fyrir, til dæmis það eru kveikt í þinghúsinu. Og ég man að við höfum samband við slökkvilið Reykjavíkur það mál og settum menn í það að hjálpa því að komast á staðinn til að slökkva elda. Og ennfremur var líka rætt þann möguleika að það yrði hægt að þessir óspektarmenn myndi henda reyk, sprengju eða jafnvel einhverjum táragasi niður í þingsalinn til að hindra að menn getur lokið fundinum. Ólafur Thors sagði við okkur þarna að hann væri ekki uggandi þetta. Hann sagði þeir skulle ekki vera svartsýnir. Þetta mun ganga, annað kvöld verðum við búin að ljúka þessu og Ísland verður aðili að NATO. Þá hann spurður og að það, já, hvað eigum við að gera ef svo illa tekst til að þarna verður einhvers konar valdarán og við hreinlega leggjum í því. Ólafur svaraði því að það væri fullmikil svartsýn að ræða málið á þessum grundvelli, en sagði, nú það sem úr því að spurt þá er rétt að svara því. Ég tel rétt ef hér verður upplausn og lögleysa og stjórnleysa, að þá sé rétt að leita til bresku ríkisstjórnarinnar aðstoð til að koma aftur á hér lögum. Hann útskýrði þetta ekkert meira. Mér þetta mjög minnistætt, ég hlusta á þetta með mikil athygli. Sjálfur hef ég verið að brjóta heilan síðar það af hverju hann valdi þetta og vildi ekki að þeir leita til Ameríkumanna, til Bandaríkjamanna á Keflavíkurflugvelli. Nú þetta bandarísku ríkisstjórnarinnar að hjálpa til að koma hér á lögum og reglum. Ég held að ástæðan hafi verið tvíþætt. Það hefði fyrst alveg verið það að Ólafur gat ekki hugsað það og ekki talið það rétt að byrja varnarsamstarf við Bandaríkjamenn með þeim hætti að þeir þyrftu að koma hér á lögum og reglu. Það væri nær að Bretar gerðu það. Því Bretar höfðu sýnt sig í því að fara héðan eins og þeir höfðu lofað. Þar satt stjórn verkamannaflokksins, sósíalista, og hugsanlega var það æskilegra að sú stjórn glímdi við þetta vandamál. Nú svo þetta á hitt að líta að það hefði verið nærtækara að fá þessa aðstoð frá Bretum ef tilkom. Nú ég hafði persónulega aldrei trú á því að þetta er svona eftir að hafa séð það sem gerist 29. mars. Þá var ég sannfærður það að þessi menn myndu einbeita sér að því að reyna að hleypa fundinum í Alþingi. En ég hef ekki trú á því að það yrði gerð tilraun til valdaráns. Ég hef það ekki. En kommunistar á þessum tíma, þetta hljóma kannski dálítið einkennilega núna í lok 20. aldarinnar, en 1949 voru íslenski kommunistar svo sannarlega kommunistar. Þeir voru það. Það fer ekkert á milli mála og við sáum til dæmis 30. mars hvað samstaða var milli þeirra. Það hafa menn núna, í tilefni af 50 ára afmæli NATO, hafa menn verið að koma og segja, já þetta var allt saklaust gaman, það voru krakkar að henda eggjum í þinghúsið. Það tekur því ekki að fara að þrátta við menn sem þannig tala. Þá þvert á móti að þetta alvaran hjá kommunistunum sem hún talar hún var mikil og þeir köstuðu ekki eggjum í húsið, þeir köstuðu fyrst og fremst grjóti og brutu allar rúður og það var hættulegt ekki aðeins að vera fyrir utan þinghúsið, heldur ekki inn í því. Það sem gerist var náttúrulega þetta að það var samþykkt morguninn að formanum þingflokkana, ég held að það hafi verið Ólafur Thors, Eysteinn Jónsson og Stefán Jóhann og einhverjir samverkamenn þeirra að boða almenning niður á Austurvöll til að verða vottar að því að hvað kommunistar og þessir óspektarmenn ætluðu sér að gera. Ég persónulega var þeirra skoðunar að það hefði ekki verið rétt. Þetta þýddi það að sumt af þessu fólki gat dreifst innum óspektarmenn og verið erfiðara fyrir lögregluna að greina þarna á milli og ég held að þetta hafi verið mistök og það voru mörg mistök gerð þennan dag. En að þessu, þegar við víkjum frá þessu og að öðrum þáttum sem gerðust 30. mars, þá hefur til dæmis því verið haldið fram að svo útrás sem að hópur varalögreglumanna sem var úr varnarliði okkar, lýðræðissinna, svo útrás sem að þeir gerðu til að ýta fólki frá þinghúsinu hafi verið mistök.
það skiljanlegt að menn haldi þetta sem ekki voru þarna og að heyra þetta vafspurn. En fyrir þá sem horfðu á það, þá var þetta alveg óhjákvæmilegt. Þessi útrás sem komandi kölluðu útrás hvítlíðana, þetta verður nú bara varalögregla, hún var nauðsynleg til þess að vera hægt að þrýsta óspektamönnunum frá þinghúsinu, af Kirkjustrætinu og aftur fyrir styttu Jóns Sigurðssonar. Því þar máttu þetta dreifa táragasi sem leysti þetta upp. Ef hins vegar að það hefði verið gert að hlífast við því að setja þetta varalið út sem var 85 manns og þó að þeir gerðu sjálfsögðu mistök og einn maður hefði verið áofnur og svona, að þá breytti það ekki því að það sést mjög vel á kvikmyndunum sem voru teknar af þessu að þeim tókst að þrýsta fólkinu, þessum árásamönnum, nægilega langt frá þinghúsinu að hægt var að kasta gasinu. Já, ef að gasinu hefði verið skotið bara beint á Kirkjustrætinu, þá er þetta ljóst að það hefur ólíkt í þinghúsinu, þá voru allar rúðurnar í þinghúsinu brotnar, hver og eina einasta. Og gasið, það var hæg norðan átt, það vísu örlítið vestlæg, en nóg til þess að það hefði streymt inn í húsið og gert bæði þingmönnum og starfsliði og öðrum þeim mönnum sem þarna voru inni, alveg ólíkt í húsinu. Þannig að það var nauðsynlegt að gera þetta, sem tókst mjög vel. Og það verður að segjast eins og að þá ekki bara varnarlið þessara flokka, Sjálfstæðisflokksins og annarra lýðræðisflokka sem að stóð sér vel í þessu, heldur stóð lögreglan í Reykjavík sér mjög vel. Urðu kommunistarnir fyrir utan þinghúsið ekki aðalega estir við orðsendingar úr þinghúsinu? Jú, það er alveg rétt sem þú segir. Það gerist nú eiginlega þannig rétt í þann mund að varnarliðið varalögreglan fór út. Rétt í þann mund þá gerðist það að einn þingmanna kommunista, hann klifraði steig upp í gluggakistu á bakatil í þinghúsinu og þar hafi greinilega verið einhverjir menn til að taka við skilaboðum og hann kallaði þar út, ég horfði sjálfur á þetta. Þessi ágæti þingmaður sem ég vil nú ekki nafngreina núna, hann kallaði til þeirra, já það er svo voðalegt að þingmenn sósíalista eru fangar í þinghúsinu. Og ég skoti því hér inn á milli, það var þetta algjör misskilning og það sem var verið að gera var það að lögreglan bað menn, lögreglustjórinn, bað þingmenn og starfsmenn og aðra að fara ekki úr húsinu fyrir að hafi róast fyrir utan. En þessir menn sem tóku við skilaboðunum, sem kölluðu út um gluggan á þinginu, þeir tóku sprettinn af jeppa sem var þar ekki allfjarri þessum Hótel Borger og ofan á þessum jeppa var gjallarhorn býsna mikið og kröftugt. Og þar sátu menn og þeir leið og þeir heyrðu þessar ógnvænlegu fréttir að þingmenn sósíalista, kommunista væru fangar í þinghúsinu, þá laust upp alveg geysilegu öskrið þarna fyrir utan og árásin á þinghúsið jókst mikil mun, grjótkast, skítkast og öskur og ókvæðisorð. Þannig að þetta spanaði og magnaði upp þennan ófrið sem þarna var. Og rétt í þennan mund er það, aðeins seinna er það sem að þeir koma út þarna varalögreglan til þess að reiðja frá. Þá var búið að afgreiða málið inn í þinghúsinu, þá var búið að samþykkja aðildina. Ásgeir, nú varst þú leiðtogi þessa varnarliðs, lýðræðisinnanna þarna, og þegar þú horfir öxl, hver var sögulegt gildi þessara átaka og þessara varnaraðgerða sem þið gripu til þarna? Já, þetta er nú eiginlega mjög góð spurning vegna þess að ég gerir ráð fyrir því, mín skoðun, að gildi þessara átaka og gildi þess að þessum óspektamönnum var sýnd full festa og engin undansláttarsemi var svo að þeir reyndu ekki aftur. Þeir lærðu af þessu það að lýðræðissinnar á Íslandi voru ekki reiðbúnir að láta kúska sig. Það er málið. Og í beinu framhaldi þessu, þú kynntist ekki aðeins Ólafur Thors, heldur líka þriðja leiðtoga Sjálfstæðisflokksins fyrir utan föður þinn og Ólaf, þar að sé Bjarna Benediktssyni sem hafði nú mikla forystu á þessum árum. Þú starfaðir með honum og hjá honum. Hvernig maður var Bjarni Benediktsson? Já, það er nú
Það nú gott að minnast hans, en eins og ekki auðvelt að rifja það upp í örfáum orðum. Ég kynntist Bjarna fyrst skömmu eftir að misti fyrri konu sína og kom þá stundum á heimili hans og svona og ræddi þá við hann sem ungur maður og stúdent. Seinna fór ég að vinna fyrir hann og sjálfsögðu kynntist ég honum mæta vel þegar ég tók við formennsku í félögum Sjálfstæðisflokksins. Bjarni var á marga lönd óvenjulegur maður. Hann var náttúrulega fyrst og fremst ákaflega viljafastur, ósérhlífinn og gerði ekki bara kröfu til þess að aðrir legðu fram vinnu, heldur legði hann mest á sjálfan sig. Hann var svona gat verið svona nokkuð styggur ef að þegar honum fannst að sér vegið og gat þá svona svaraði hann sig hart fyrir sig. En í allri samvinnu, hvort sem það var innan vébanda Sjálfstæðisflokksins eða það sem ég kynntist honum best með, ég var aðstofamaður hans í stjórnarráðinu, þá var hann var ákaflega sanngjarn og ég get sagt það að það er gæfa að hafa unnið fyrir mann með hæfileikans. Bæði að sjá hvernig hann vann skipulega og hvernig hann færði verk til annara til þess ekki hlæðist allt upp hjá honum þó hann hefði yfirsýn yfir allt. Það var ákaflega lærdómsríkt að fá að vinna til stjórn hans. Áður hef ég sagt það að Bjarni var svo auðvitað, hann var ákaflega merkilegu maður sem einstaklingur, öruggur, sannorður, orðheldinn og í raun og veru góður félagi. Í einkalífi var hann allra manna skemmtilegastur. Hann hefur kannski sparað það örlítið stundum að sína gleði og bros og þeir sem þekktu það best voru þeir sem að umgengust hann nánast. Hann var eins við alla, hann var ekkert að gera upp á milli manna í viðtölum. Honum leiddist að vísu til dæmis svona jábræður sem voru að hæla honum fyrirfram fyrir einhverja ræðu sem hann hefði flutt, en hann gerðist ekkert um það. Og ég hef til dæmis sagt það að kom fyrir að maður vogaði sér að hafa kannski einhverja smávegis aðra skoðun en hann tók því alltaf vel og maður flutti rök fyrir því sem maður var að segja, þá hlustaði hann vandlega á það og þess vegna held ég hann gert fullt mikið úr því hann hafi haft tilhneigingu til þess að vera svona einsýn eða einræðsinn eða þetta alveg rámt. Hann er einn af merkilegustu mönnum sem ég hef kynnst og einn af þeim sem er fegnastur að fengi tækifæri til að kynnast. Varst þú ekki einn af þeim sem að sást hann einna síðastur á lífi? Jú, ég gerði það. Hann og þau, Sigríður og hann, þau hafðu hringt til okkar þarna, já, við vorum gestir þeirra viku og hálfum mánuði áður heldur en hann dó. En hann ætlaði þegar þau fórust, þá var hann raunverulega á leiðinni upp í Borgarnes sem þau ætlaði að heimsækja okkur, Sigríður og Bjarni. Og ég man að Bjarni, hann hafði talað þá á 50 að koma upp eftir til okkar seinnipart vikunar, vera hjá okkur og síðan ætlaðum við á fund vestur í Dali. Og það er síðasta auglýsingin stjórnmálastörf Bjarna er auglýsing í Morgunblaðinu daginn sem hann dó hann ætlaði að halda ræðu á sunnudeginum, hann dó á laugardegi, á sunnudeginum í Búðardal. En hann hringdi til mín þarna og sagði mér það að það hefði breyst svolítið áætlun þeirra, dóttursonur þeirra ætlaði að vera með þeim og þau ætluðu með hann austur á Þingvöll. Svo var ætlunin að koma yfir Uxarhryggi og koma niður í Borgarnes og fara í Dali. En á þessum seinasta fundi okkar, þarna, viku og hálfum mánuði áður að þessir hörmulegu atburðir urðu, þá fékk ég tækifæri til að ræða við hann svona framtíðina. Og það er allt í lagi að segja frá því núna. Ég spurði hann að því hvort hann hegðist vel að lengi við stjórnarstörf. Og hann hugsaði þessu svolítið og sagði að þetta er náttúrulega hlutur sem erfitt að svara. Við vitum ekki hvernig atburður verða í þjóðfélaginu. En það er minn vilji að vilja gjarna hætta bráðlega eða bráðum í stjórnmálum. Hvað ætlar að gera, spurði ég hann og þá sagði hann, það er ekki vandamál. Ég er lögfræðingur og get tekið aftur upp það sem frá var horfið, annarkot sem
sem lögmaður, brattserandi lögmaður, nú eða þá sem fræðumaður í lögfræði. Lengra var það nú ekki. En segðu mér annað, Ásgeir, þú varst starfsmaður hans í menntamálaráðuneytinu og þá leggur þú að ráðinu margvíslega nýjungar í skólamálum sem tengjast auðvitað þínum áhuga á síðan atvinnumálum. Jú, það er rétt. Ég hefði kynnst því þegar ég var við nám í Berkeley í Kaliforníu þar sem ég stúderaði eftir lögfræðipróf að það var lagt mjög mikil áhersla auðvitað maður heyrði þá á ræðum manna og ritum og lasum það að menn töldu að framtíðin í Bandaríkjunum og öðrum löndum væri mjög komin undir því að æskan og unga fólki læriði tæknileg efni og það var alveg ljóst að hér á Íslandi var allir verið að tala það að koma hér upp stóriðju. Nú mér fannst þá sem ungum manni að það þýddi náttúrulega lítið að vera að setja upp einhverja heilmikla stóriðju ef ekki voru fyrir hendi mannafli með kunnáttu til þess að reka þessa stóriðju. Það var þess vegna eðlilegt og rökrétt fyrsta spor að koma hér upp skóla, tekniskóla sem kenndi mönnum þessi efni. Þegar ég kom frá Bandaríkjunum ræddi þetta við Bjarna Benediktsson og hann var strax algjörlega sammála þessu og fyrir hans tilverknað þá var ég settur sem formaður í þessa nefnd sem undirbjó setningu tekniskólans og honum komið á fót sem hefur nú unnið okkur mjög gott verk. Allt þetta studdi Bjarni af miklum áhuga og ég minnist þess líka sko að Bjarni gerði sér mjög skýra grein fyrir því að auðlegð okkar Íslendinga, hún liggur ekki bara í orku vatnsfallana sem hún gerir og við eigum að nýta. Heldur lá hún kannski fyrst og fremst í manninu sjálfum, í hugkvæmni Íslendinga, í lagni þeirra, í vinnufýsi þeirra og framfara vilja. Þetta var Bjarni alveg klár á. Hann var ekkit kannski alltaf að hamra á þessu en í hugans var þetta ofarlega og hann víkur að þessu á mörgum stöðum í sínum ræðum og ritum. Þannig að hann var ákaflega fús að stuðla og styðja þessar framfarir í landinu. Þú situr í stjórn Sementsverksmiðjunnar árabil. Ég gerði það. Getur ekki sagt okkur eitthvað frá Sementsverksmiðjunni? Jú, það var þannig að ég var skipaður formaður Sementsverksmiðjunnar árið eftir að hún fór í gang og var í stjórn verksmiðjunnar í tæp 30 ár, þar á stjórnarformaður í 22 ár. Og það er eitt sem maður skal segja að því þú minnist á Sementsverksmiðjuna og þetta starf mitt þar sem ég hef gjarna viljað láta koma fram. Það er ekki allir sem vita það. Það er athyglivert að eigandi Sementsverksmiðjunnar, ríkissjóður, lagði þessu góða og stóra fyrirtæki sem var nú eitt annað stærsta fyrirtæki á iðjusviðinu í Íslandi. Ríkissjóður eigandi verksmiðjunnar lagði fyrirtækinu aldrei til einasta eyri í stofnkostnað eða rekstur. Verksmiðjan var byggð fyrir lánsfé og varð að berjast fyrir því að greiða af þessum lánum og á löngum tíma tókst það. Nú er verið að selja hana og þar er ríkissjóður að selja þarna eignir sem hann hafði eignast fyrir mjög lítið. Og þetta er það gott að verksmiðjan sé seld, hún er gott fyrirtæki, hún skilar hagnaði og við gleðumst yfir því. En saga fyrirtækisins er að þessu leyti mjög merkileg að eigandinn lagði mig aldrei til einasta eyri. Það er annað sem er langar til að spyrja þig Ásgeir, af því að nú er alveg ljóst af þessu samtali og að þínu ferli öllum auðvitað og afskiptum af stjórnmálum að þú ert mikill áhugamaður stjórnmál. Ertu sáttur við það að þinn ferill hefur verið í embættisstörfum frekar en stjórnmálaafskiptum? Já, ég er það. Ég skal segja þér að það kom nú til greina að ungir sjálfstæðismenn pressuðu á það á sínum tíma, 1926, að ég yrði þingmaður Reykvíkinga. Ég hafi verið á listanum, framboðslistanum. Þetta var ekki keppimál fyrir mig þá. Ég vildi vera í strjálbílinu og helst í landbúnaði héraði ef ég færi framboð. Ég kom eins og auga á það að þarna fengum við sjálfstæðismenn tækifæri til þess að styðja frábæran mann í þetta þingsæti. Það var Ólafur prófessor Björnsson og enginn studdi það harðara heldur en Geir Hallgrímsson og við saman að berjast fyrir því að fá hann inn á þing og það tókst.
og ég held að það sé ekki til nokkur maður í landinu núna sem dregur í efa að það var gæfuspor því Ólafur var mjög merkur og gagnlegur þingmaður fyrir land og þjóð. Sannleikurinn er sá að ég var náttúrulega þegar ég fór í framboð í Mýrasýslu sem ég gerði og það var þá framsóknarsvæði. Ég náði ágætri kosningu og fekk þar jafn mikið og sjálfstæðismenn hefði fengið það mest, enda þótt að það væri kjördæmamáli sem væri 59 væri á ferðinni. Ég var svo með í og satt stundum á þingi sem var að þingmaður fyrir Vesturkjördæmi og Sellandkjöri. En þetta var ekki eins djúpt í mínum huga eins og margir félagar mínir héldu. Ég vildi heldur verða þarna embættismaður og ég segir alveg hreinskilnislega hver höfuðástæðan fyrir því, eina ástæðan var fyrir því. Og blátt áfram svo að það var gert illa við þingmenn. Þeir voru að lágum launum. Ég átti mitt heimili og 4 börn og vildi heldur sinna störfum þar sem ég bæri meir úr bítum. Þetta var atrið sem ég mat þannig og hver lá mér það sem vill, þetta var mín skoðun. Þess vegna var ég mjög ánægður að verða sýslumaður í Borgarfirði og síðan bæjarfógeti í Kópavogi sem bæði voru mjög vel launuð störf og ég ekkert feiminn við að játa það og þetta hafði áhrif á mig, því skyldi ég ekki segja frá því. Ásgeir, nú höfum við verið að spjalla talsvert mikið fortíðina og þú hefur verið að segja frá kynnum þínum af Pétri Magnússyni föður þínum og Ólafi Thors og Bjarna Benediktssyni. Heldur þú að einhverjir yngri menn geti jafnast á við þessa skörunga og heldur þú að framtíðin geti orðið jafn farsæl eins og fortíðin hefur að mestu leyti verið? Já, ég alveg sannfærður það. Það er stóra gæfa Sjálfstæðisflokksins að hafa alla tíð átt svo merka menn eins og Jón Þorláksson sem okkar fyrsta formann, síðan Ólaf Thors og þá Bjarna Benediktsson og nú Davíð Oddsson. Ég segi það alveg eins og það að með þeirri djúpu virðingu sem ég hef fyrir bæði Ólafi Thors og Bjarna, að maður glemmi heldur ekki Jóni Þorláksssyni, þá ég þeirra skoðunar að það sem gæfa Sjálfstæðisflokksins að það er eitthvað lögmál, það finnst vel að leita einhver maður sem er algjörlega fær þetta stóra hlutverk. Ég hef ekki betur séð heldur að núverandi formaður Davíð Oddsson, hann er búinn að ná þessum heiðursmönnum, hann gefur þeim ekkert eftir og sömuleyti eftir komið framar. Margt í heiminum breytist, reynslan hefur aukist, hann hefur lært af henni og nýtir hana til þess að geta stigið skref sem verður ekki hægt áður. Með þessum orðum ég ekki kasta rýrð á hina formenn Sjálfstæðisflokksins, þvert á móti, en segja það sem er satt, að ég hygg að flestir sjálfstæðismenn séu þeirra skoðunar að Davíð gefi engum eftir í því efni. Ásgeir Pétursson, þakka kærlega fyrir.